Sælar elskurnar. Nú skulum sjá hvað spilin vilja færa okkur í þetta sinn. Nú það er virðing, fyrsta spil. Og síðan þetta fallega spil hérna þjófur. Einhvers staðar er talað heiður meðal þjófa. Kom upp í kollinu á mér akkurat núna. Sem ég veit eiginlega ekki almennilega hvað þýðir. Og ég veit ekki okkur ég fór að hugsa það. Honor among thieves. Það er sem sagt að þjófar beri virðingu fyrir starfi hvers annars og svíki ekki hvern annan. Já, ég læt þetta bara flakka vegna þess að þetta bara kom upp í huganum. Það er greinlegt að hér eru tvær manneskjur, tveir einstaklingar, sem hafa einhvers konar tengingu eða tilfinningar til hvers annars. Og það er mikil virðing og heiður frá öðrum aðilanum til hins, jafnvel beggja aðila og milli beggja aðila gæti líka verið. En þetta þjófaspil sem kemur hér upp á milli segir mér að það er einhvers konar útúrsnúningur eða slægð eða einhver er að fara hérna eins og köttur í kringum heitan graut. Þorir ekki að koma sér að efninu, reynir að fara undan í flæmingi eða reynir jafnvel að afvegaleiða hinn aðilann sem að ræðir. Þannig að það gæti tákna það að annar aðilinn hérna þorir ekki að koma hreint fram varðandi það að ganga á eftir hinum aðilanum. Kannski feimni, kannski mikil óframfærni, kannski veit hann upp á sig sökina að eitthvað hafi gerst á milli þeirra og hann er að reyna einhvern veginn að breiða yfir það. En virðingin er hérna til staðar og það getur líka þýtt að þessir tveir aðilar séu ofarlega í virðingastiga í þjóðfélagi eða samfélagi einhvers konar. Ég ætla að taka fleiri spil. Já, hér fáum við annað spil sem táknar ekki fullkomin heiðarleika. Hér er manneskja sem er að fela eitthvað og er ekki með allt upp á borðum. Það þarf ekki að vera af illum hug. Kannski vill þessi einstaklingur bara ekki sýna öll spilin sem hann hefur á hendi. Eða vill ekki bera sjálfan sig og fljótt. Það er að segja að hann vill að hinn aðilinn taki sér tíma til að kynnast honum. Ferðalagsspilið táknar hér hreyfingu á hlutum og táknar oftast eiginlegt ferðalag. Þannig að skaust hérna spil út úr stokknum. Ég ætla að leggja það til hliðar og kíkja það á eftir. Þannig að hér er ferðalag framundan. En það er eitthvað sem er ekki upp á borðum. Ef til vill eru tveir einstaklingar að fara saman í ferðalag, en annar aðilinn veit ekki allt sem snýr að þessu ferðalagi, hvert skal halda eða hvað á að gera.
þetta getur verið eitthvað skemmtilegt og spennandi, en það ekkert öllum sem finnst rosa gaman að láta koma sér mikið á óvart. Margir eru svona frekar, hvað ég að segja, vilja vita hlutina með smá fyrirvara og getur brugðið illilega ef að hlutunum skellt á borðið á síðustu stundu og fá ekki tíma til að undirbúa sig. Þetta getur verið bara þannig aðstaða eða að annar aðilinn hér að fara í ferðalag og segir hinum ekki frá. Eða lætur vita seint og síðar meir og kemur að hinum aðilanum í uppnám. Það einhvers konar óróleiki, óheiðarleiki varðandi þessa stöðu. Nú veit ég ekki nákvæmlega hvað ræðir, en þetta hefur að gera með tvo einstaklingar sem að eiga í einhvers konar sambandi. Nú ætla ég að kíkja hérna á síðasta spili sem stökk hérna fram úr stokknum. Ok, það spilið Pathway. Þetta spil talið tákna í tíma 1 til 2 ár. Það allt að 2 árum. Leiðin greið og það einhver hér sem að taka réttar ákvarðanir fyrir sig og fara rétta leið eftir leiðbeiningum. Þessi fallegu fiðrildi sýna mér að það eru vísbendingar á leiðinni og aðilinn ekki einn á ferð. Það að segja einhvers konar andlegir hjálpendur eru með og þessi ferð, hver sem hún eða hvert sem hún leiðir, hún mun valda miklum breytingum í lífi þessa einstaklings. Myndin sýnir karlmann, það þarf alls ekki að vera. Það getur verið hvort heldur sem Nú, það eru karlar og konur hér á flestum spilunum. En þetta ekki eitthvað sem að fara að gerast í dag eða í gær. Þetta leiðin framundan og ljósið hérna við enda trjágangana segir mér að viðkomandi að taka rétta ákvörðun og hann mun komast á þann stað sem að hann ætlar sér, á þann stað þar sem að honum líður vel. Sjálfsögur getur þetta verið óeiginleg ferð, einhvers konar andleg reisa. Mér finnst það hæpið. Hér eru sýnd 2 spil sem tákna ferðalög eða reisur, einhvers konar. Þannig að mér sýnist það vera mjög sterk vísbending að ferðalag sé framundan. Ef að báðir aðilar að fara í þessa ferð, spilin hérna sýna líka fólk saman, þá mun þessi ferð verða til þess að leiða þessa einstaklinga betur saman og styrkja tengslið þeirra. Leiðin, þess að tíminn sem að líður þangað til þau eru komin á leiðarenda á eftir að þroska og breyta þessum einstaklingum á þann veg að þau verða samrýmdari og læra betur á lífið saman, einhvern veginn læra að takast á við þær breytingar sem að hinn aðilinn að ganga í gegnum. Þannig að þessi lögn er svona bland í poka af
jákvæðum og neikvæðum þáttum sem að spilast saman, en loka útkoman, niðurstaðan sýnist mér vera afskaplega jákvæð og af henni góða, og ég ætla að láta þar við sitja. Óska ykkur alls hins besta, ljós og kærleikur.